Jæja, þá maður komin aftur. Ég bara, þetta er bara nokkuð gott, 2 skipti fyrir jól. Er það ekki? Ég held það. Eigum ekki bara aðeins að kíkja yfir það sem að ég er búin að vera að gera núna síðustu, hvað eru 2 mánuðir síðan ég gerði síðasta vídeo. Ég ætlaði alveg að gera vídeo, þú veist, allan nóvember, en ég var með aðalprjónum mitt svona hálfgert leyniprjón, þannig að það eiginlega dattaði hans yfir. Ég var sem sagt að leynast launost, sambandi við, bara penni. Ég var að leynast í sambandi við jóladagatalið og hvar setti ég nú, já. Og þannig ég var að prjóna mitt, ég er að prjóna Quality Street sjálf úr mínu jóladagatali. Það var einhver að pósta mynd af töskunni sem að dagatali kom í og það eru búnir, býtum við, 16. í dag. En það eru svo jólasveinir, það kom 12., 13., 14., 15., já það eru 4 pakkar. Og svo 16. í dag, þannig að ég var að spá í að byrja bara þennan þátt og að sýna ykkur hvað var í fyrstu 3, 4. Fyrst var, fyrst var 100 gramma hespa af aðaleit. Já, ekkert hespu, já, bara á tekna. Ég er að vinna í hérna áprjónu affellingunni á Quality Streetinu mínu, þess vegna eru 3 prjónar hérna. Þegar ég prjóna affellinguna, af því að hún er svona áprjónuð, þú veist, maður er að prjóna kantinn fram og tilbaka, þá er ég alltaf með svona auka prjón. Þannig ég rauninni legg snúruna bara til hliðar, setja vel stoppara á endan, nota svo bara annan prjónin og auka prjón, þannig ég þurfi ekki alltaf að vera, þú veist, vesenast með að snúa allir stikkinu. Mér finnst það allavega mjög þægilegt. Kannski gott tips fyrir það sem að byrja á þessu. En þetta var fyrst sem sagt 12. desember, stekkjastur. Svo kom giljagur 13. Og aftur ég bara svona á tekna. Hann kom með hennan hérna lit. Það eru svona gilditónar, pínu hreyfing. Og hann fór hérna næst í mitt, þennan kafla. Svo kom að blúndunni, þið sjáu það. Það er þessi hérna fallega blái. Mjög ólíkt mér. Mér finnst blái og gildi svo skemmtilegi saman. En eins og þið vitið, ef þið hafið einhvern veginn hort á þátt áður, þá er ég ekki mikið blá. Já, ef þið hafið ekki hort á þátt áður, þá heiti ég Fanney og ég lita garn undir merkjunum Systrabönd handlitun. Bæði með systrabönd.is og svo fæst garn mitt líka í garn í gangi. Alright, gleymdi því aðeins. En í þessum þessum pakka, sem var þá 14. desember, sem stúfur, þá var líka svona 3D prentaður umferðarteljari. Hann snýr svona. Og þetta er sérst bara, þú veist, 1 umferð, 1, 2. Og svo er líka sérst hægt að gera hérna, öfugt, þú veist, ef maður er komin upp í 10. Og þetta getur líka hangið, þú veist, eins og prjónumerki á prjónunum. Þetta er
fyrst létt, sko. Þannig að, þú veist, þú getur haft þetta að byrjun umferðar og bara mjög gott að þetta að maður að gera blúndu og svona, eins og maður var að gera hérna þannan dag, en maður var að gera Quality Street úr sínu. Og sá sem var, þetta prototýpan, sá sem var í dagatalinu var sem sagt svartur með gylltum hjólum. Og þá erum við komin á Þvörusleiki, sem var 15. desember. Og þá var þessi hérna. Mitt er náttúrulega bara átekna kökur. Og hann, sem sagt, lét ég í mínu Quality Street spila saman, af því að þú ert með 2 liti. Ég lét hann spila með öðrum lit sem að er í dag, 16. desember. Og ég ætla ekkert að sýna hann, ég hef ekkert verið að posta fyrir hann á kvöldin eða morgunin eftir. Þannig ég sé nú ekki alveg að spilla gleðinni fyrir fólki. En þannig var nú það. Og þetta, ég sést að prjóna kantinn, ég er hálnu. Og ég náttúrulega var að gera þetta í nóvember, því ég vissi alveg að ég myndi ekkert hafa tíma til að prjóna þetta eitthvað með ykkur í desember. Hvað ætla ég að tala um næst? Fílinn í herbygginu. Þessi. Munið. Ég var að prjóna þessa hérna síðast. Gera hann aldeilis klauf og hérna aðeins síðara einu baki. Þetta var peysan sem að ég var bara að bulla. Þetta var ekki uppskrift. Ég vildi hafa hana svolítið víða í hálsmáli, en sko, hún er eiginlega svona í laginu í hálsmálinu. Þannig að ég læri aðeins að því að það sem ég vildi hafa hana pínu víða í hálsmáli, en sko, ég vildi samt eiginlega að hún væri svona í laginu. Sveina benti mér nú á að ég geti bara sett smá þráð hérna í, þú veist, strekt hann aðeins til að halda stroffinu saman. Þú veist, þá kannski fær hún ekki jafn mikið svona í þess átt. Þú veist, ég á náttúrulega aldrei eftir að nenna að gera það, en næst kannski þegar ég bulla svona peysu, þá annarkvort ger ég, já, ég veit það ekki, fleiri kannski lykkjur á hvoru ermi, færri hérna á milli, kannski aðeins meiri styttarum fyrir, ég gerði styttarum fyrir aftan, sko, til að fá hana aðeins upp aftan. En ég hafði kannski bara gera fleiri svoleiðis. Ef ég bulla svona peysu aftur, skilurðu, það er ekkert víst. En þetta var skemmtilegt því að það prjóna 6 og 7 mm. Og þetta er Chaos, Chunky, Andean Wool sem er endur að hætta í gangi. Og Footprints sem er frá Lang, Wool Addicts. Þetta er svona sokkagat, dansandbrúbóm. Ég man ekkert, þú veist, ég fór yfir þetta í síðasta þætti. Ég man ekkert hvað er í þessu og ég gleymdi gatinu inni. En þetta er ótrúlega, þetta var bæði gaman að prjóna því að þú veist, litirnir eru alltaf að skiptast og bara gaman að vera í þessu líka. Hún er náttúrulega geggjuð hlý, sem er kostur því að ég er alltaf að frjósa. Það nú myndi mig á brandara að ég var einu svona að vinna á skrifstofu og hérna, svo var einhverju menn að tala við yfirmanni minn og hún segir, já, Fanny, varst þú ekki eina af þeim sem var alltaf að frjósa? Og ég segi, jú, ég er alltaf að drepast og kulda, ég veit ekki hvort það er með loftræstinguna. Ég held að þetta var einhverju loftræstingagæjar. Nei, ég sko meina tölvuna þína. Þetta er hérna tölvukallanir. Ég alveg, úps. En þetta er bara líf mitt í nótskúr. Bínu auðvitað gata.
En þessi peysa, já, hún bara engin uppskrift, búin. Hún búin, hún komin á completed í knit and note. Annað sem ég var með var, veistu ég að gleyma einhverju? Nei. Ekki að gleyma neinu. Ég bara svona með allt á hreinu. Annað verkefni sem lá fyrir að klára fyrir jól var 3. jólahúfan. Ég gerði 2 í fyrra og átti eftir að klára 3. Ég komst bara helminginn með hana fyrir jól í fyrra. Þær eru svona, og hún búr sko. Ægilega dætar. Það er svona þokkalega lér. En þetta held ég miðjugaurinn. Henni stærsti. Hann náttúrulega með langmest af þessu. Svo ger ég þennan. Sá það að ég þyrfti svona að fara aðeins meira sparlega með það því að svo litli guttinn, hann bara með svona hingað. En hann fór mig síðan á leikskólann, þannig ég get ekki sýnt hana. Ég keypti þetta gagn í freistingasöpun á Selfossi. Ég held að það bara verið sumarið í fyrra, 23. Og þetta þær voru með einhver kit, en ég keypti bara eina svona. Þetta eitthvað svona pelsgagn, orðlega risadokka. Og svo var Drops Alaska sem þær voru með í sínu sonni. Og þær voru með, hvað er það? Þær voru með uppskrift fyrir þessa jólahúfu sem ég fylgdi svona, svona nokkuð veginn. Ég byrjaði náttúrulega á því að prjóna eina, sko. Þú veist, í örugglega, ég man ekki hvaða stærð ég gerði. Og svo aðlagaði ég rauninni hina 2 út frá henni. Þú veist, ég sá það þessi fyrsta sem ég gerði, hún passaði á stærsta. Þannig að þá gerði ég bara stærðina fyrir neðan á miðjuna. Og svo þurfti ég að fara, sko, svo þurfti ég að minnka minnstu stærðina. Þú veist, hún átti að vera fyrir 2 til 4 ára. Hann er 3 ára en, þú veist, annarkvort prjónaði ég bara svona laust. Ég var svona ekkert að mæla prjónfestina. Eða þá að, já, ég veit það ekki. Allavega minnkaði ég minnstu stærðina eina lykkju á per úrtöku. Ég held að sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, eitthvað svoleiðis tekið út á 6 stöðum, þannig að hvort ég minnkaði hann 6 lykkjur minnstu uppskriftina á hann. Mannaði ekki alveg. Og svo myndi ég ekki alveg að því ég var að gera hana síðan árið seinna, þá myndi ég ekki alveg hvað ég átti að, þú veist, taka úr oft og svona, þannig að ég bara slumpaði það. En hún rosa sæt og hún allavega notuð. Og þá komið að rúsininu í pylsuendanum. Það bara, ég ástfangin. Andra Mári gaf út 2 nýjar uppskriftir núna daginn. Og það sérst Plumped Up Hat og Plumped Up Cow. Og hún, skjára hana svo bjartur hjá mér. Svona. Og hún sem sagt að nota, þetta húan, og hún að nota Spin Cycle í þetta. Einhverja nýja útgáfa af Spin Cycle sem svona bulky. Hún gerði líka kál, ég veit ekki af hverju ég finn ekki. Ok.
hvernig þetta er rosa hægt. Nei, heyrðu, hérna er einn gæla með þetta. Hérna er einn gæla sem gerði líka káli. Þetta er sérst svona kragi sem svona svipaður í laginu eins og hana gamli þessi fyrst sem gerði segir man ekki hvað heitir. En ég náttúrulega ákvað að lita smá DK og notaði það bara tvöfalt. Og þetta er besta húfa sem ég hef prjónað. Þú veist, hún er úr tvöföldu DK og klukkuprjóni. Þú veist, tvílit klukkuprjón. Og hún er sko, hún er svo fallega núna. Og hún er, það eru, í uppskriftinni eru prjónar 5 og 5,5. Ég notaði 4,5 og svo 5. Það breytist ekkert hérna nema bara þegar þú komið með eitthvað x marga sentimetra á minni prjónana að þá skiptir yfir í stærri prjónin og bara heldur bara áfram að gera saman sýttið þangað til úr komin að hérna úrtökunum. Og þetta er náttúrulega svo fáar lykkjur þannig lagað að þú veist það eru bara einhverja 7 úrtökuumferðir eða eitthvað. Og ég held ég hafi verið 3 eða 4 daga að klára hana og ég hef ekki mikið prjónatíma í lífinu, sko. Ég er svona hálftími hér og þar. Ég þurfti að fitja upp í einrúmi út af því að, wait for it, hún er sko reversible. Ha! Ó já. Það er þetta snúinu við, hún er alveg eins báðum megin. Af því að það er fitja upp með tubular kaston, sem ég man ekkert hvað heitir á íslensku. Og hún er með vídeo í uppskriftinni og ég setti það bara á og fylgdi því. Þú veist, ég þurfti bara svona 20 mínútur í einrúmi. Og af því að svo eru 2 uppsendingar umferðir, svo fyrir bara að prjóna í hring. Og lærir, þú veist, þetta er bara tvílit klukkuprjón, skilur, það er engin gæmisindi, sko, þú ert bara að byrja á öðrum litnum og svo hinn, smá 5 svona maður að byrja. En svo var ég bara að grípa í þetta, bara svona korter hér að hálftími þar. Og ég var bara allt í einu búin með hana. Eða þú veist, allt í einu komin að úrtökunni. Og þá tók ég svona, ég veit ekki, hvort ég var hálftíma, þú veist, hérna og hérna upp. En hún er bara svo þægileg og ég gerði minnstu stærðina. Það eru 3 stærðir. Ég gerði bara stærð 1 af því að ég er með lítinn haus og ég á 3 litla hausa sem að, já, þetta er reyndar jafnstorminn. Ég á 2 minni hausa en minn, þannig ég vissi alltaf að hún gæti fara eitthvert. En hún passar við sérst öll. Við erum öll 5 búin að máta hana og við getum öll verið með hana út af, þú veist, þetta er náttúrulega bara tvílit klukkuprjón og þú veist, það bara strekkist og fer saman eins og, þú veist, hver stærð er með svo vítt bil. Hún mælir með því fyrir svona flesta fullorðna að gera stærð 2, þú veist, ef þú ert að gera gjafir og ert ekki alveg viss. Og ég held að það sé alveg rétt, þú veist, að því að þessi tegist pínum, þú veist, þessi tegist alveg duglega á mér. Þannig að, þú veist, ég gæti örugglega alveg verið með stærð 2 líka. En 3 ára gamli strákurinn minn gæti kannski ekki verið með stærð 2, en hann getur verið með þessa. Þannig að þetta er bara, ég er ástfangin og mig langar að gera 200 svona húfur. Ég leitaði smá DK áður en ég gerði þetta, því að ég sérst fekk þá hugdætt að mig langaði að vera eins og vassmelóna. Og litaði þessa 2. Þetta er bara gamla góða græna þruman og þessi er nýr og ég skýrði hann eitthvað. Er það að kíkja í bókina eða? Ég á að gefa nú nafn nefnilega sem er mjög
ólíkt mér að því ég er ekki búin að merkja hann. Er þetta ekki örugglega þessi? Jú, þetta er Einiberjarunn. Þannig að ég á með þessa 2. Svo litaði ég líka jarðaber sem er svona appelsínurauður. Hann er eiginlega bara rauður, en það er ekki sem sagt, það er ekki fjólblár undirtónn heldur appelsínugulur. Eða þú veist, ekki blár undirtónn heldur gulur. Og hversu geggjað var að gera jólahúfu? Ha? Eða grins. Það gerist varla meira grins en þetta nema að þú farir út í bleikan yfirstrikunarpenna og gerir Who Will. En svo gerði ég líka samt sko, þetta verður samt líka geggjað, bleikur og rauður saman. Ég veit ekki alveg, þú veist, bleikur og rauður, mann finnst það ekki að tala saman, en bleikt og rautt kombo í svona munstri er alveg geggjað. Svo gerði ég nú líka smá kólumála, bara svona af því bara, og hann alltaf verið geggjaður, svona, 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 eða svona, eða svona. Þessi er náttúrulega svona speklaður hreyfing, þannig að það er örugglega líka svolítið gaman að fylgjast með honum interakta í svona. Ég veit ekki alveg hvað annar af þessum litum myndi passa með þessum. Jú, þetta getur verið svolítið skemmtilegt. Það er svona. Akkur ekki? Eitthvað ekki að digga það? Já, jú, herðu, vá. Og þó. Þessi hérna blágræni og rauði eru svolítið skemmtilegir. Það getur verið dálítið flott. En þessa 6 liti allavega gerði ég daginn og er búin að mynda. Ætla að hendina á heimasíðuna eftir. Það er eitthvað DK-gat líka í gatningangi. En ég á með að 2-falt í þessu, gerði stærð nr. 1 og ég notaði 42 komma eitthvað, tæp 43 á hvorum lit. Það fór aðeins meira af græna litnum, nei, ó, Jesús. Það fór aðeins meira af, hún er prjónuð svona. Hún er prjónuð þannig að dökkgræni er aðalitur og ljósgræni er kontrast. Aukalitur sem sagt. Og af því að aukalitslykkjurnar eru náttúrulega alltaf brugnar, að þegar maður er að prjóna klukkuprjóna í hring, að það fór eitthvað 0,5 grömmum meira af ljósgræna. En ég gæti gert aðra húfu í minnstu stærðinni. Kannski næði ég stærðinni fyrir ofan. Ég myndi samt ekki, þú veist, ég held ég myndi ekki þora að byrja á því, sko. Ég veit ekki alveg. Þú veist, að ég var bara með einu og svona. En svo gæti ég líka tekið afganginn af þessum hérna og þú veist, gert mér bara eina sem er svona og svona. Og þá get ég tekið afganginn af þessari og gert mér eina sem er einhvern veginn öðruvísi. Ég meina, maður að nýta þessu afganga, er það ekki? Já, það er eitthvað DK-gatningangi líka, en ég er nefnilega lent í því að síðan mín var hökkuð. Engar ágjörð, það voru engar upplýsingar þar inni sem er hægt að taka. Það fyrir allt í gegnum, sem sagt, allt í gegnum öruggan greiðslulenk hjá Teia. En það var, sem sagt, ég komst að því bara af því að ég fór inn og ætlaði að fara, þú veist, í illa stjórninni. Það kom bara upp eitthvað kasínó síða. Þannig ég þurfti að hendur svolítið út og setja aftur inn eitthvað. Eitthvað svona sem ég skil ekki alveg en Matti minn sá um.
Það var stundu gott að vera með tölvunarfræðing á heimilinu. Og hann, þú veist, þetta var munaðan daginn þegar ég reddaði tölvumálunum sjálf. Þetta var umfram mína getu. Þannig að ég bara fekk mann inn í þetta og ekkert mál. Þetta er bara allt saman komið í lag. En þetta bara gerðist akkurat þegar ég ætlaði að fara að setja þetta diakógagn inn á síðuna. En ég held kannski bara ég nenni því þegar ég er búin með þetta vídeo. Og svo litaði líka nokkrar fingering herspur sem að hérna bara merino nylon sem að ég ætla kannski að mynda í dag ef ég fæ ennþá pínu rökkur. Það er svona mesta líkur kannski upp úr 1 að ég fái birtu til að geta gert einhverjar þokkalega myndir af þessu. Ef ég næ því í dag þá kannski hendi ég líka fingeringarnir inn á heimasíðunni í kvöld. Annars er þetta kannski eitthvað af því í garnigangi. Sjáum til hvað setur. Ég litaði lit sem var einu sinni pínu óvart til. Og læra hann eitthvað. Þarna held ég að þetta sé sirka nema hann pínu yfirlýstur. Þetta eru í rauninni burgundi, brúnir og grænir tónar. Ég held hér og þar af því að þá myndavélar eru svo leiðilega með græna að ef hún fókusar á puttan á mér að þá næri hún oft betur litnum. Þannig. Þetta er sérst cirka svona. Þessi heitir Aurora. Ég hef gert hann held ég einu sinni áður. Fór í garnigangi. Svo gerði ég hérna þennan. Þetta er Noro. Sorry. Ég á ekki eftir að klippa þetta út en það er alltaf. Ég skemmti garnharspí hérna bak við síman. Ég var búin að gera alveg bilaðislega flott uppstillingu hérna. Síminn er upp á hillu og bak við hann er límbandstandur. Þar á bak við voru 2 garnharspur til að halda við límbandstandinn. Ok, Noro, síðast sýndi ég ykkur þessa hérna sem að ég litaði til að passa með Noro-garninu sem ég keypti í Glasgow. Þetta var hérna alpaka silki, en þá eitthvað alpaka silki í garnigangi, þannig að reyndar fara að vera á skornum skammti. Ég er náttúrulega ekki byrjuð á sjáðu til peysunni eða vestinu eða því sem ég ætla að gera úr þessu. En ég er búin að lita þetta í fingering líka. Það er svolítið skemmtilegt. Já, heitir Noro. Svo fór ég í ógeðslega skemmtilegt. Ég fór að gera svona litarúllettu út af því að ég var alltaf að hugsa bara, hvaða lit á ég að lita? Og svo er ég farin að búa til svo mikið af nýjum litum. Svo bara setja ég ásett fullt af góðum litum. Og þannig að ég fór að fletta bara svona eitthvað í bókinu minni og benda og lita þann lit aftur. Einn daginn sem sagt lendi ég á skítugur og það er þessi hérna. Hann er nú örugglega ekki nákvæmlega eins og þegar ég litaði hann síðast fyrir 4 árum eða eitthvað. Þó að sé ekki nema bara það að vatni á sigli fyrir öðruvísin á Akureyri, skilur. Og þá er ég örugglega ekki með speklana á réttum stöðum og svo framvegis. En þetta eru gráir, brúnir, grænir, gylltir. Þetta er ótrúlega svona, skemmtileg, hlutlaus, samt. Þetta er svona fyrir þessa jarðlita elskendur, það ekki? Þetta
Það getur verið eitthvað skemmtilegt. Getur jafnvel verið svona pínu feit. Úr litarúlettinu kom líka gamla góða ryðhrúga. Ég þurfti aðeins aðlaga uppskriftina og magnið. Ég jók aðeins magnið nema svo átti ég bara til smá af einum litnum. Það bleikur litur út í þessu og hann var bara klárast hjá mér. Þannig að ryðhrúgan ekki jafn bleik eins og hún var í upphafi. En út úr því kom þessi gorgeous brúni litur. Þetta svona pínur á möndluhýði. Nei, þetta ljósara en möndluhýði. Ég veit ekki alveg, eins og peysa mín. Nei, aðeins öðruvísi. Það alltaf mjög fallegur. Og, vá, gerði ég svona mikið. Jæja, móla var ég dugleg, síðustu viku. Svo gerði ég einn hérna Norðurljós. Þetta er bara norðurljós. Það þarf ekki að segja fleiri orð það. Sjúklega flottir, sko. Vá, ertu ekki að tjóka? Vá. Pínu svo að horfa upp í, þegar maður horfir hérna, það er svona eins og að horfa upp í himininn, þeir eru í alvöru norðurljós. Geggjaðir það búið að vinda pæspenna. Og ég geri líka jarðarberafingering. Þetta ég myndi segja, ef ég ætla að lýsa þessu lit betur, þetta er svona grinsrauður, þú veist. Þetta er ekki jólasveinarauður, heldur meira svona grins. Og þessi heitir Nammi búð. Ég hef ekki gert hann áður á fingering. Ég gerði hann á DK og hérna Albaka Silkja var með hann í garnigangi. Ég veit ekkert hvort hann ennþá til. Þetta í rauninni bara svona flip. Þetta er bara svona flip. Þetta bara nokkri litir. Nokkuð margir litir. Og svo gerði ég nýjan lit. Skrítið. Sem ég er rosalega skotin í. Þetta er bara heill litur. Og hann er alveg svona djúp. Hann er hann er svona pínu blágrænn en meira grænn heldur en blár. Þú veist, þessi er grænn, þessi er örlítið blágrænn. En þið sjá að hann er eiginlega samt bara dökkgrænn. Og ef ég hefði verið með hann á DK þá held ég að ég hefði notað þessa tvo saman sko í eitthvað. Húna, skilur. En hún satt líka ekki flott með þessum. Þessi er svona, þú veist, þetta er dýpri einhvern veginn litur. Rosalega skemmtilegur. Hann er nafnlaus. Ég veit ekki alveg. Svolítið Sveinabjörk. Spurnum hvort hann heitir það bara. Ég er ekki alveg búin að ákveða. Þá er þetta aldrei bara komið. Ég er kannski að fara að lita eitthvað meira í vikunni. Ég þarf að pakka, eða merkja allt þetta gæti sem ég var að sýna ykkur núna. Þetta hangi bara í, þú veist, hangir mest af þessu. Nefnum þess að eina herspaði hverju. Jesús, afsakið, ég er búin að vinda upp. Og svo þarf ég aðeins að bókhalda. En þetta er náttúrulega bara síðasta vikan fyrir jólafrí á krökkunum. Þeir eru mjög mikið að bíða eftir að komast í jólafrí. Litlu jól og föstudag og
Svo bara jólafrí fram til 3. janúar. Og svo, já, svo verðum við í smá frí í janúar. Við erum að fara aðeins í strönd og sól. Ekki tennis samt. Og að því að við erum, já, við förum voða lítið í sumarfrí út af brugghúsinu. Það er mikið að gera þar á sumrin. Og svo, þú veist, er jólafríð svolítið mikið við að juggla börnum og viðbörum niður í brugghúsi. Þannig að það eru jólahlaðborðar á föstudagskvöldið og bingo á laugardagskvöldið og dagskráin milli jól og nýjárs og svona. Þannig að það er yfirleitt mjög vel þegið að taka smá frí í janúar. Byrjum að koma strákunum aðeins inn í skólann og tökum svo bara lærdóm með og svona. Þannig að það verður mjög kósí, en ég verður rosa lítið við þannig lagað út janúar í rauninni. En ég næ alveg samt, sko, þú veist, ég verði eitthvað að vinna, en það kemur allavega ekki nýtt YouTube-vídeó fyrir en kannski í febrúar. En ég á eftir að vera að posta samt á Instagram, ég vonaði að sé ekki orðin leiðagi, Instagram og Facebook, litunum úr jóladagatalinu. Og ég ætla að halda því áfram og sýningur mitt full klárað á aðfangadag. Já, ég þarf að klára þennan kant, fella hann af. Það verður sniðugt. Svo ég geti kannski aðeins skóla úr því og lagt það fyrir... Nei, ég legg ekki meira á okkur. Svo ég geti aðeins skóla úr því og lagt það fyrir aðfangadag svo ég geti kannski bara verið með það. Ha? Ég held að það verði geggjað. Alltaf velkomin að hafa samband eða að pæla eitthvað með einhverju liti. Ef þið eru búin að hafa samband og ég lofa að gera eitthvað og er ekki búin að gera það, guðanabænum senda það mig aftur. Ég reyni alltaf að skrifa allt niður og setja í rýmendara og svona, en stundum kannski er ég á ferðinu og ætla að gera það og glemmi. Held að koma ekki oft fyrir, en ég bara sendi aftur ef að það hefur gerst. Annars er ég bara góð. Ég ætla að upplóta DK-garninu núna eftir að vefverslun. Ef það er eitthvað af fingri-garninu sem ég langar í líka, að þá ætti ég... Það verður svolítið bjart. Kannski næ ég að mynda það núna og henda þessu bara öll inn í einu. Ok, er það ekki geggjuð hugmynd? Gerum það og sjáumst. Bye.